til þess að ég segi ekki einn tvenn. Bara að sjá eitthvað sem hugsanlega þarf aðstoð, fær bara aðstoð. Kannski einhvers staðar í kringlunni og einhvers staðar fyrir utan tótið einhvern náður mér svo rökkið yfir vegg. Þannig að svo áfengisleitur á henni og fínt, það bara alltaf. Kannski eitthvað sem bara datt, fekk eftir áfall, veit ekki hvernig umhverfið það til þess að kringla fullt af alls konar eldamannabók, þannig að það er kannski líklega staðar heldur en það. Alltaf aðtöð, alltaf að tjekka og ef við komum til svara ekki eða bara eitt í hann og tankar á gólfið á einhverjum bekk, hringi bara 112. Bara aðtöð og hringi 112. Síðan kannski kemur á daginn að nei, þetta er yfirleitt, vaknaði bara aftur, gerist eðlilega, þá er það alltaf leið, segja bara nei, æfið, ég mistu það, nei, gerði mistu, nei, alltaf leið með það. Allt er góð. Það er enginn að, það eini sem neyðilega fartar yfir þessi hringja, 80 sinnum og 10 klukktíma, lögreglan sendi heim til þeirra. En þótt hringir áþörfu 5 sinnum neyðilega, það er betra heldur en að hringja ekki einu sinni þegar það þess. Þeir geta sagt ykkur allt sem þú segja. Við erum svona nýtt í flótsert og alls konar dæmi, geta tala ykkur í gegnum endurlíkun á 30 sekúndum og þau byrjið frá. En ef við verðum að pína meira próf, þessu lækninnar, að þá getum við lært svona basic ABS. Og byrjir á því staðfesta með þau. Þú vilt ekki bara taka hérna og það bara yes, glæsilegt! Þú byrjir, hvað það er legt. Þú hristi veistu í komandi. Svona, halló, er rýmið? Ef viðkomandi er eftir slísi og er einhvers staðar að kasta út úr bílnum, þá viltu ekki vera að hreyfa hálsinn mikið. Þú vilt ekki vera að halló og viðkomandi fer upp niður svona. Þá viltu bara halló, er rýmið? Halló, ákveð og viðkomandi myndar að svara þér ef hann gæti það. Þetta er það sem að tala um afbú, alert, paying, verbal, unresponsive. Á íslensku þýðist þetta sem vási, með vakandi, áttaður, sársauki, engin hugmynd. Þannig næst, við erum búin að aðtöga bara þetta, við erum búin að aðtöga ávarp, þá erum við í sársauka og svona rule of thumb sem er kennt í þessu er sternum krab, heitir þetta. Svæðingar er hægt að nota oft líka til að staðfesta svæðingur og bara gera svona. Þetta er mjög hrætt, tekur eftir þessu. Eða snúa þessu upp á eldasnefilinn, eitthvað sem fólk myndi ekkert láta og reyna og ókunni verður eitthvað. Tjekkar alveg á þessu, við myndum svara. Við myndum svara enga þessu. Þá þurfum við aðtöga öndunum, þá förum við bara í ABS. Það þarf bara grunna, það getur verið adrenalín, panik, kaos, bara ABS. Þó að það gerir 10 ekstra sekundur, það er alltaf. Það aðtöga öndunum vekk, 2 aðtöga, það er að opna fyrst. Fyrst þetta hérna, haka og enni, liftir, aftur. Þá fyrir opna munnurinn og öndunum vekk. Einstaklega tilfellu þú gæti þetta opna öndunum vekk bara frábært, þetta mannslífi. En oftast að náttúrulega gera það meira líka. Þetta heldur einn líka að taka svo jaw thrust, það er aftan hérna, mandibúluna og lyftir upp svona, gera það saman. Fyrir eftir bara hvernig hvað það er. Ég veit ekki hvað sem þetta eftir, það er ekki miklu rest af þessu, en það er það ekki bóta að þetta hérna við þess að tæknin þægilega. Svo kíkir upp í manneskjuna, sé einhvern aðskotahlut sem er bara, eitthvað sem augljóst. Reglun er, þú tekur ekki neitt nema sér 120% sem það. Þú getur ekki viss að þú segir eitthvað svona og hvíta sem það vill ná, það er kannski, þú veist, fiskur. Og fiskur sem er búin að vera í vatni lengi er svo vitið um molnar eða þetta. Þannig að það reynir kannski að klípa eitthvað af þessum hana. Það náður kannski bara, þú veist, hinnu 5 eða eitthvað, restinn molnar meira og dættur lengri niður. Og þá ertu komið ennþá meira vandamál og ennþá leiðilegra að ná þessu. Heldur en þetta verið gert á slysavörðunum. Þannig að ef þetta er eitthvað augljóst, þú veist, þetta er ekki stróklega eða eitthvað sem sjáum við augljóst ekkert en á þessu, þá er það alltaf leið. Annars láta það vera. Síðan segjum við sjáum ekki neitt, hellur öndunum yfir, þá gerum við svona og þetta er til að hlusta og finna andardrátt á vanganum og horfum við svo líka. Getið sett höndunum hérna og horfum við og sjáum við hversu brjóska sem lyftist. Þannig að við öndum fyrst þegar sjálft það er bara. Þetta er rétt líka, þú veist, vera höndunum á maganum eða eitthvað bara reyna að finna andardrátt. Þetta allt ferli á að taka svona 30 sekúndur og aldrei reyna að finna púls. Þú veist, ef þeir eru orðnir læknar, já, allt er læg. En annars svona, fólki sem erum ekkert með rosalega mikla reynslu eigum ekki að taka púls. Þannig að þess að rannsóknargerð, slökkviliðs og lögreglumenn, þeir voru að taka vitlausum púls sem öfugt til þau. Skræði fólk með púls var annars og öfugt. Þannig að þú veist, þú ekki verið að rekna bara adrenalín pumpandi, blóða alls staðar, þá finnur við kannski með einn púls og yes, gæslegt. Ekki gera það. Og í guðanabænum, þú veist, eða þetta vera að koma að taka
hálspúls, þú ert þrýst eitthvað ógeðslega fast og halda ekki eitthvað lengi og það er bara stansa blóðflæði, þetta mjög slæmt. Eða Lord forbid að taka baðan mjög slæmt, því þá ertu bara að blokkera blóðflæðið upp í heilum. Og þið takir púls líka þá mótið þessi tvo aðeins. But I digress. Þannig að þið eru búin að athuga öndun, finnið ekki neitt og þá er bara að fara í hnoð. Hnoð er kennt þannig núna að það er 30 og svo 2 blástur. Við börjum að kenna einhverjum blástura og það er byrjað að minnka rosalega vægið vegna þess að fólk, það er svona fyrstulega flókið og það er einhvern að fólk getur veigrað sér við það að beita og þú veist bara nei, þetta er blástur líka, fátt, beilum. Að þá viltu frekar fara það. Það er alltaf. Hnoða ventilerar aðeins, veitir loftskipti, þú ert líka aðalega að dreifa blóðinu bara líkamann og koma þig upp í heilum, það er mikilvægast. Eftir 4 mínútur, sem manneskja er búin að vera í öndunarstoppi eða heilast eða hreppistoppi, þá er svona 90 og eitthvað % líka verið. Þá er þetta eiginlega svona rauninni svolítið sitt. Þannig að þið viljið... Þú viltu það ekki blása neitt bara? Sko þú vilt alltaf, in the ideal world, viltu blása. Það er spurningum sko, treystir til þess, að þú veist, getur alveg verið að sé haugur á ælu og ef þú gerir það, þá þarftu að fara og skúpa ælunum út að þú blæst. Þegar þú blæst ælu ofan í lungu, you're gonna have a bad time. Það er alls konar drastir í lungun, sýkingar, leiðilegheit. Þá þyrftir að fara og skúpa upp um mannsku og þurrka hérna áður og gerði eitthvað. Það getur verið blóðalstæði eitthvað. Ég meina, þú veist, svo að segja, nei ég þekki hann er HF eða eitthvað. Það er alls konar eitthvað svona. Gott líka að spyrja eða lendi einhver svona í kringum ykkur. Þekkir einhver, kannski er þetta bara einhver sem að, þú veist, flóðaveiki. Ef maður láta blóðstingu fellur auðvitað yfir það getur alveg við. En sko, ef þú getur blásið fínt. Og þetta er sjúkrakirkju. Þetta er svona appelsínu töskur sem við séum bátum og grunum og alls staðar. Það er blástursmaski, 3-ringslagaur, sem setur yfir hérna. Hultum við svolítið að sé yfir. Þetta sýnir þetta er meiri konstrukt, en þetta er cirka blástursmaski. Þessi hérna er bara klipt hér. Það er bara innstreymisventið. Þú blæst, fer inn, kemur ekkert út. Það var að setja það yfir, heldur svona, sé yfir og síðan bara blæst. Og þegar þú blæst í einstakling, þú ert ekki, þú veist, eins og Úlfurinn og Grísinn 3, þetta er bara venjulegt. Bíður, horfir á hann lyftast, horfir tæmast, aftur til blása, bara venjulega andrúmsloft. Aðeins betur en luft, ekki bara reyna að fylla lunguna af einhverju. Þegar þá líka sem getur gert er að þá getur við byrjað að blása lofti niður í magann og þá getur við komið til loft. Þá getur eld og ennþá meiri skemmtun. Þannig að ef þið treystir ykkur til, frábært. Ef þið kemur að treystir ykkur til, glæsilegt. Þá bara hnoða 30, blása, hnoða 30. En ef ekki, þá bara hnoða. Það er alltaf leið. Og það var sjúkraflutningamæður á höfuðborgarsvæðinu sem sagði mér að oftast hérna á höfuðborgarsvæðinu væri í lagi bara hnoða. Því að þeir eru meðfram 7 mínútur á staðinn, þá er það, hann sagði svona oftast allt í lagi bara hnoða. Og það er alltaf allt í lagi. Það er enginn að skamma ykkur fyrir að blása ekki. Þannig að treystir ykkur til, ekki láta basic punktinn, ekki láta það tefja endurlíkun, eða treystir ykkur ekki til að blása. Ef ykkur er að koma með öndunarmaskan, ekki bíða með að byrja. Nú þið frekar 120 sinnum byrja svo að blása þetta, bara fínt. Nú þess að þannig að þú fæði á bringubein, tala oft mér lína hérna, 2 pútur neðan, það er mikið maus þess mér. Bara cirka í línu við geirvörstur, ofan á bringubein. Hjarta hérna fyrir aftan bringubeinið, oddurinn pínlítið niður til vinstri hér, en þannig að jakkurinn hallir hendinni, beint ofan á bringubeinið. Ég réttin dörfnum fínt að nota vinstri undir, en notið bara það sem ykkur finnst þægilegt. Alveg yfir, mér skort að ná eða, ég er ekki ná alveg 90 gráður, ná öllum kraftinum yfir og þyngdinni yfir. Þá ertu bara þetta er það sem þú ert að gera og passa að vera alveg niður, alveg. Þannig að manneskjum er ekkert eitthvað svona klikk, stopp, það er niður, takkir við þessum, ég veist að það fara djúpt niður, en fara bara þú þátt að ná alveg svona hreyfingu brjóskassa. Það er 5-6 cm festu. Þannig að ef þetta er mjög holdið einstaklingur þá gætir þú þurft að nota hringi í vin og bókstaflega láta eitthvað hýta bakið þér. Það er bara að ná góðri festu og tala við og þarft að gera þetta alveg. Þú vil ekkert af ágjörða því og bara eitthvað rekting gæti, þú má ekki sprengja mann. Þú þarft að gera þetta alveg.
og ef þú ert orðinn þreyttur, þetta verður mjög þreyttur. Því hérna getur hægt áfram alveg bara í 10 mínútur og allt er leið. Þetta er engan live og alltaf. En í alvörunni þá 2 mínútur fresti kannski eftir að skipta. Þannig ef þú kemur að reyna að láta skipta, það er mjög gott. Þegar þú vilt halda eins góð þessi hvað þú getur, eins líka þú getur. Líka hægt að nota fótinn ef allt bregst. Já, ef allt annað bregst, þú veist, þá er komin í svona plan Y og þá verður bara hægt að móta. Þannig að maður er einn og það er einhver ógeðslega lítil stelpa eða eitthvað sem maður næri ekki vita. Afsmururinn er lítill. Þá gæti þurft að bara, þú veist, hreyfa brjóstkassa. Ekki mista ekki upp, en þá verður bara til hérna. Bara eins aftur, þá verður alltaf að fara að valega líka, þú veist. Og sko, líka þannig að þú ert urgulega í höndunum, bara getur ekki meira. Að þá er henni, og það er svolítið viðbæðingstarf, bara býja sjúkrabíl, getur býja hálftíma eða eitthvað, bara með síslu. Að þá er bara möguleiki að það hérna, þú voru bara að halda áfram, þangað til þú ert alveg búinn. Því að það er alveg dæmi um fólk hefur verið í endurleikum mjög lengi að lifa það, þannig að aldrei hætta. Ekki nema sérst bara, þú sést í bráðum hættu, eða þú ert bara, örvinda. Úrvinda, var það að segja. Þannig að, og þú ætlar að taka hérna bara frá A til Ö, þú veist, kemur að einhverjum athuga staðfæstu meðutund eða staðfæstu meðutuleysi og svo fara að hlóða. Þannig að, show me. Þú kemur að einhverjum, hann er einhverjum að bera á hann. Það er enga útlimi. Svolítið stendi á staðnum. Já, athuga þetta. Já, mátt ekki slá. Nei, ef hann er bara einhvers staðar í kringlunni eða eitthvað og sér það nýja niður, þá er alltaf aðeins að ef slís, þá ertu svona að passa á sig. En þú ert búinn að bara svona aðtöða létt, þannig að næstu myndur vilja fara eitt undan. Já, staðfæstu meira, nákvæmlega. Það getur vont, viðkomandi svarar ekki. Greinilega eitthvað mikið að þá þarftu að fara að aðtöga. Þá fer í hvað, þá fer í Opnendurinn. Já, A, B og C. Þetta er í skammstöfunni er þetta hvað? Opnendurinn? Já. Það er A. Airway. Já, ok. Þannig að þú opnar undan veginn og svo kíkir þú. Kíkir í, haltu höndinni við þarna. Sé ég eitthvað, kíkir onni hann, sé ég eitthvað. Já. Og svo, nei, sér ekki neitt. Þá fer maður í að horfa og finna og hlusta. Hreyfist ekkert í gangi. Og þá fer ég að hljóða. Og það var hellin á höndinni á blíkubinni, þetta hafa svona beint svona. Já, þetta er alveg yfir. Já, nota þetta gegnum meðan, alveg næsta ára.